Út með það átak gegn sjálfsvígum ungra karlmanna sem hefur verið í gangi núna síðustu viku eða svo. Ég komin hér inn í Grófina á Akureyri og mér langar aðeins að heyra í ykkur hér hvernig þetta snýr við ykkur. Það að segja sjálfsmorðstíðni, hver hún til dæmis hér á Íslandi? Já, þetta skilst mér milli 30 og 40 manns á hverju ári sem hafa verið að gera þetta og þar af ungir karlmenn 4 til 6 ef maður rétt. Þannig að þetta töluverður fjöldi. Og svona í samanburði við önnur lönd hér í kringum okkur, þetta þá hátt hlutfall? Reyndar þetta nú bara svipað, jafnvel aðeins minna heldur en allavega á Norðurlöndunum. En hérna kringum árið 2000 og þá fór þessi tala upp í 50 og þá voru við orðin hærri í Norðurlönd og þá líka kjölfara af því þá var farið í átaki þjóð gegn þunglyndi sem ég veit ekki hvort það því að þakka en allavega hefur talan lækkað þá niður í þetta 30 til 40. Sem auðvitað allt of há tala. En tenging við þunglyndi, hver hún? Já, það má segja, ef maður skoðar þá sem að fremja sjálfsvíg, að þá stórt hlutfall af þeim sem hefur verið að glíma við einhverja geðröskun og þar, þunglyndi þar á meðal. Þannig það svona, ég myndi ekki segja að þunglyndi orsaki þetta að mann gerir þetta, en þetta vissulega áhættu þáttur. Því að í þunglyndinu þá fyllast menn vonleysi og svartsýni og sjá enga von, enga möguleika. Hvaða ástæður taldar liggja baki því að ungi karlmenn grípa til þessa örþrifaráðs? Það nú nokkrar ástæður sem hafa verið nefndar, eins og bara ungi karlmenn eigi erfiðara með að tala tilfinningar, heldur til dæmis ungar konur, og að þeir neyti frekar í vímuefni, og jafnvel að þeir verði frekar fyrir einelti, en stelpur. Og svo það þannig að þeir jafnvel hvatvísari, og þegar þeir gera sjálfsvígstilraunir þá notaðar aðferð sem óafturkræf, meðan að stúlkur kannski eru frekar í aðferðum sem hægt að bjarga þeim úr. Hrafn, þetta eitthvað sem þú ert búin að kljást við, þú stóðst í þessum sporum. Segðu mér hans þína sögu. Já, þetta byrjar sem sagt þannig að ég náttúrulega búin að vera að glíma við þetta án þess að ég gerði mig grein fyrir því, alveg frá barnsaldri. Til að mynda þá var ég á tímabili svona í kringum 10 ára aldur háður verkjalyfjum, bara alltaf að komast í gegnum dagina því ég var alltaf með svona kvíðatengdan höfuðverk, en það var lítið sem ekkert gert í þessu á þeim tíma, ég fékk bara töflurnar heima og svo eftir einhvern tíma þá neitaði mamma bara að gefa mér töflurnar af því að henni fannst þetta orðið of mikið á mér, en sem sagt svo lendi ég í því þegar ég 9 ára 18 ára gamall að ég sem sagt lendi í sambandsslitum við fyrstu kærustuna mína og tók því vægast sagt mjög illa. Græt mig þannig í svefn alveg 2 vikur í röð og eftir þann tíma þá einhvern veginn virðist loka alveg á tilfinningarnar hjá mér og ég rosalega erfitt með að tjá mig og átta mig á því í raun og verulega hvað sem ég að gangi í gegnum. Svo kemur að því eftir sumarið þegar skólinn byrjar aftur, við vorum í saman skóla, að það eitthvað skólaball og ég fer með félagunum en svo sé ég og líður eitthvað illa og fer heim og þá lendi ég sem sagt í svokölluðu geðrofi. Sem sagt, ég upplifði mig sem áhorfanda á eigin líf og þá gengi ég í töflur sem pabbi minn átti, hann með brjósklos og var mjög sterkur verkjalyfjum, var staddur fyrir sunnan í vinnu, þannig að ég sem sagt tók bara allar töflur sem ég fann í húsinu, sem sagt trúaði þeim í rúmið mitt, tók 2 og 2 í einu og ég man þetta ennþá mjög vel, mér leið svona eins og að væri kamera bara hérna fyrir ofan hausinn á mér og ég væri að fylgjast með eigin líf, þetta var rosalega sérstök upplifun. Og svo ég búin að éta 60 eitthvað Parkotin Forte töflur og sit þarna við rúmið mitt og þá allt í einu dett ég inn aftur og áttaði mig á því hvað í gangi. Og fyrst þá hugsaði ég bara, ég fann fyrir miklum dofa og var svona, já, eins og gefur kannski að skilja fyrir eitthvað dofinn og ekki alveg með fullri rænu en fer svona huglega, já, býtu, ég var nú að gera þetta, ok, hverjar afleiðingarnar af því? Svo allt í einu rann það upp fyrir mér að ég var við það að sofna og ef ég myndi sofna, þá myndi ég ekkert vakna aftur. Það var ekki þarna heima nema ég, því að við pabbi byggum 2 einir í einbýlishúsi og hann var einmitt eins og ég sagði að hann fyrir sunnan að vinna. Og þá fór ég að hugsa fjölskylduna mína.
og ég á þess að 2 litla bræður og 1 eldri og við bræðurnir erum allir mjög nánir. Þannig að það var í rauninni hvatinn sem að stoppaði mig í þessu þegar ég loksins datt inn aftur. Að ég gæti ekki gert litlu bræðurum mínum og stórabróður að yfirgefa það. Þannig að ég hringdi í vin minn, sagði hann að mér líði eitthvað illa og bað hann að koma og hann kom og sá náttúrulega að ég var ekki alveg í eðlilegu ástandi þannig að hann fór með mig upp á slysadeild og það var nú orðið of seint að dæla upp úr mér, það var liðið það langur tími þannig að ég var látinn drekka lyfjakól og var svo settur á bráðadeild nóttina og svo morguninn eftir var mér boðið innlögn á geðdeild sem betur fer þáði og var þar í alveg 1,5 mánuð það bil og ég var í skóla á þessum tíma sem sagt í MA sem er bara þarna hinum megin við Listigarðinn og sjúkrahúsið sem sagt Listigarðinn á milli sjúkrahúss og skólans þannig að ég gat alltaf rölt þarna í skólan í rólegheitunum á morgnana en var bara í skólan til hádegis fór þá aftur inn á geðdeild og tók þátt í starfinu þar þannig að það var svona, já, það sem bjargaði mér á þeim tíma í kjölfarið af því þá sem sagt fór ég að taka inn geðlyf og það tók nú svona smá tíma að finna út hvað virkaði fyrir mig en svo gjarnan með lyf og svo bara eftir ég var búin að vera á deildinni og búin að vera útskrifaður þá fór mér að líða töluvert betur og það var náttúrulega bara mjög jákvætt en svo náttúrulega komu upp þessar leiðinda hugsanir aftur þar að segja þunglyndið og svartsýnin sem fylgir því og myrkrið sem að maður svona upplifir sig í og ég var svona ennþá bara 18 ára þegar þetta og svona þótt ég hafi fengið einhvers konar fræðslu inn á geðdeildinni og svona aðeins búin að kynna mér þetta sjálfur þá náttúrulega í rauninni áttaði ég mig ekki fullkomlega á því hvað það var sem ég var að gangi í gegnum samt sem á þeim tíma og þarna kynnist ég krökkum eða fólki á mínum aldri sem var að fikta eitthvað við hassreykingar og ég fyrir sjálfur að pröfa það og þá það allt í einu finn ég að þarna eitthvað tól sem ég get nota bara til að slökkva á þessum slæmu tilfinning og þá bara, já, verði ég mjög hrifinn af því efni og það er eitt viðtal við minn geðlækni þegar ég var að ræða við hann hvort það væri ekki komið tími til fyrir mig að hætta á að taka lyf og hann horfði í augun og sagði Hrafn, ertu orðinn ástfanginn? Þú ert svo hamingjusamur að sjá en í neinu sagði ég, en það var ég ekkert að kynnast nýrri stelpu ég var bara orðinn ástfanginn af efninu ég áttaði mig ekki á það þeim tíma en ég veit það í dag og eftir þetta samtal þá samþykkti geðlæknirinn minn að ég hætti að taka geðlyf og þá fór ég bara að self-medicata eða þannig deyfa sjálf á mig með annars konar aðferðum. Lenti þarna á atvinnuleysisskrá rétt eftir hrunið, þá er ég 920 og þá kemur svona stórt og mikið neyslutímabil í mínu lífi sem að ég neyti efna nánast daglega og þá er rauninni bara hvað sé ég kemst í, hvort sem það eru töflur eða gras eða hass eða jafnvel stundum amfetamín þótt að ég sé mjög mikið á móti því, bara til þess að nota eitthvað. Og svo sem sagt í kjölfarið af því þá er ég að hitta stelpu og hún verður svo sagt ólétt. Það vildi svo skemmtilega til að við höfum slitið samvistum bara nokkrum dögum áður en við komum í staði að hún er ólétt. Og hún ætlar að halda barninu og ég náttúrulega ekki á góðum stað á þeim tíma í lífinu og tek þessum fréttum mjög illa. Held áfram í mikilli neyslu og hún eykst rosalega mikið. Og svo í nóvember 2010 þá fæðist strákurinn minn og þarna er ég 922 ára gamall og ég man ennþá dag í dag þegar ég var að labba upp á fæðingardeild þegar hann var nýfæddur og hún vildi ekki ég viðstaddur fæðinguna sem ég skil svo sem vel en þegar ég er að labba hann inn á fæðingardeild og er að fara að opna hurðin inn á deildina þá fæ ég svona rosalegt aðsvig og það bara næstu því líður yfir mig því að ég áttaði mig allt í einu á því hvað er í gangi. Ég er orðinn pabbi og ég er að fara að sjá afkvæmið mitt í fyrsta sinn og það einhvern veginn kveikti svona löngun í mér að reyna að, já, hvað ég segja betrumbæta líf mitt, koma því á réttan farveg. Og svo vildi það nú svo skemmtilega til að þarna 2 dögum seinna þá lendi ég í ofbeldi í gegnum fíkniefnin af því að ég var nú eitthvað að, sem sagt, ég þurfti að borga einhverja skuld eða hvernig sem það nú var og þá sem sagt var ég bundinn í stól og rendur og laminn í stökkum. Það var svona líka, opnaði svolítið augun hjá mér gagnvart því hvað þetta væri í rauninni heimskulegt hjá mér að vera eitthvað að nota fíkniefni þegar mér stóð til boða hjálp. Ég þurfti bara að bera mig eftir henni. Þannig að ég sem sagt fer að hitta geðlækni aftur og fer að taka inn geðlyf og fer að fæ vinnu þarna tíma og reynir svona stund að mína vinnu og það gengur vel, svona misvel fyrir geðu eftir tímabilum og ég hélt þessari vinnu alveg í 2 ár tæp og þá ákvaðum við og barnsmóður mín að prófa að taka saman.
og ég ákveði að prófa að fara í háskólan því að mér tókst á einhvern óskiljanlegan hátt að útskrifast úr menntaskólanum 20 þótt ég væri í þessari neyslu. Og svo slitnar sambúðin hjá okkur í desember eða í rauninni áramótin 2013-14. Nei, fyrirgefðu 12-13. Og þá bara tekur við mikið myrkur hjá mér. Ég missi eiginlega alveg bara viljan til þess að lifa. Ég dett út úr skólanum. Mér hefði gengið mjög vel í skólanum fyrir og fengið góðar einkunnir og allt slíkt sko. Og fer aftur í neyslu. Og við vorum búin að semja að ég væri með strákinn aðra hvora helgi og pappa helgar bara detta út reglulega og þetta var bara komið út í algjör og óreglu hjá mér. Og svo sumarið 2013 þá að því að barnsmóðir mín var búin að segja mér að hún vildi ekkert að ég væri að hitta svona okkar ef ég væri að nota ólögleg fíkniefni. Þannig ég náttúrulega fór bara í löglega fíkniefni sem áfengi. Ég var búin að drekka 28 daga í röð. Þá allt í einu rann upp fyrir mér að ég yrði nú bara að fara að gera eitthvað ef ég ætlaði mér að gera eitthvað í lífinu. Þannig að ég ákveði að hætta að drekka og leita mér hjálpar og fer að tala aftur við minn geðlækni og fer á geðlyf og svona eitthvað að glíma við að fá mér ekkert að drekka, reyndi að hætta en það gekk nú ekki en ég náði að halda því svona í skefjum ef svo má orðið komast og fer að taka strákinn meira og svona og svo í nóvember 2013 þá í samráði við minn geðlækni ég greindur með fulla örorku sökum geðsjúkdóma. Á þessum tíma vissi ég í rauninni ekkert hvað ég ætti að gera á mér. Fyrir þetta var ég bara búin að svona, ef svo má orðið komast ráfa göturnar, vitandi ekkert hvað ég ætti að gera og reyna eftir fremsta megni að berjast við að þetta ekki að fá mér áfengi eða reykja gras þar að segja sem var eitthvað sem ég hefði líka verið að fikta við þarna. Og svo kynnist ég Grófinni. Og það fyrir tilstilli ömmu minnar. Það ekki neitt meðferðaraðilum mínu með að neitt svoleiðis sem bendi mér á Grófina. Þetta amma mín og hún hvatti mig til að koma hérna. Ég kom hérna í samráði við vin minn sem einnig að glíma við geðsjúkdóma og ég hefði eflaust ekki komið ef ég hefði ekki haft þann stuðning frá honum að við kæmum saman. Hann enda fluttur erlendis núna og býr ekki hérna en við komum hérna tveir og ég prófaði að kynna starfinu og það var eitthvað sem dró mig hingað aftur og aftur. En vissulega var það rosalega erfitt að byrja með það. Átta mig á því að ég væri komin á svona stað þar sem ég þyrfti að takast á við mín mál sem fóru bara langt aftur í barnæsku. Þegar ég virkilega fór að taka á málunum þá áttaði ég mig á því að þetta var alveg rótgróið í mér og búið að sitja í mér alveg frá því ég man eftir mér. Kom það vera óvart að það væri svona gömul sá? Það gerði það, svo sannarlega. Því ég náttúrulega fékk ekkert neina greiningu fyrir ég var orðinn 18 ára Þá var ég greindur með geðhvörf og þunglyndi með kvíða og það náttúrulega kom mér rosalega óvart þegar ég fór að vinna í sjálfum mér bæði í fyrsta lagi hvað erfitt að opna sig. Það náttúrulega rosalega erfitt að opna á gömul sár og líka að reyna að átta sig á því hvað það sem veldur því að manni líður svona rosalega illa. En kannski lykillinn einmitt að koma út með það, vera ekki að byrgja þetta inni? Algjörlega. Ég áttaði mig ekkert á því á þeim tíma að ég var búin að vera að reyna að tala um þetta við fjölskyldum mína og þótt ég mætti alveg skilning hjá fjölskyldunni það að segja að þau voru öll að vilja gerð þá fannst mér ég aldrei vera skilin almennilega. Ég man eftir einum samræði við móður mína þegar ég var að reyna að útskýra fyrir henni hvernig mér liði og hún sagði við mig að hún vissi alveg hvernig mér liði. Það fauk svo rosalega í mig að ég öskraði bara á hana að hún vissi ekkert hvernig mér liði og rauk út. Svo kom ég hingað inn og kynntist fólki sem búið að vera að glíma við svo svipaða hluti og svo gott sem nákvæmlega sama. Þá loksins fann ég þennan skilning að ég væri skilinn en ekki dæmdur og það var líka hvati fyrir mig til að opna mig meira og svo bara fór ég að vera virkari og virkari í starfinu hérna og sitt núna í stjórn Grófarinnar og var með þess að kosin í stjórn Geðverndarfélags Akureyrar og nágrennis núna fyrra árinu og veit ekki betur en að ég sé yngsti meðlimur til að gegna stöðu í stjórn þar í 40 ára sögu félagsins. Til hamingju með það. Já, þakkaði fyrir. Og svo fekk ég líka fyrra árinu nafnbótina framúrskarandi ungur Norrlendingur frá JCI á Norðurlandi og það var náttúrulega rosalega hvetjandi því að ég gerði mér enga veginn hugarlundum að það væri svona að fólki í samfélaginu væri svona þakklátt fyrir það sem ég að gera það að stíga út með mín veikindi og
og við náttúrulega höfum verið að fara með fræðslur í skólana líka og ég kom á málþingi í Háva núna fyrra á árinu og sagði sögu mína og það var fekk mjög góðan undirtektir við það og það hefði bara mátt heyra sömnál detta í salnum sko, það voru allir að fylgjast svo vel með. Er það ekki oft þannig að við höldum að við vitum hvernig öðru fólki líður og við höfum kannski ekki hugmynd um það? Jú, ég meina það sést ekki alltaf á okkur hvernig okkur líður sko, en það getur vel verið að mammans hafi séð einhverja vanlíðan, en þarna kannski hefði bara verið betra að spurja og hlusta frekar en að vera með einhverja fullyrðingar. En jú, ég held að við getum alveg verið svolítið næma á hvernig ástvinum okkar líður sko, og þá er bara að þora að spurja út í það og athuga hvort maður fær ykkur svör, hvort að við komum til tilbúin að tala við mann. Þannig já. En hvaða mýtur í gangi með varðandi sjálfsvíg? Það er allt mögulegt sem að við höldum að eigi að segja eða eigi ekki að segja. Hverjar eru þessar mýtur? Já, til dæmis að það að tala um þessa hættu og þessa líðan, að það auki hættuna, auki líkurnar. Það er mýta. Önnur mýta er svo að fólk sem tala um þetta mun ekkert láta verða af því. Það er ekki rétt. Þetta eru bara, fólk er að gefa merki, það er að tjá sig og það er bara gott að taka þetta alvarlega og spyrja meir út í þetta og bjóða ég vel upp á aðstoð eða hjálp get ég, og ég fylgja þér upp á bráðageðdeild eða fylgja þér til læknis eða ertu búin að bara hringi 1717. Þannig að maður ekki bara þá að taka þessu sem tómu tali sko. Já, þessi sími sem hún nefnir 1717, farði aðeins í það fyrir mig hvað hann er á vegum Rauða krossins? Já, er þessi fíni bæklingur frá 1717. Þar er bara hægt að hringja allan sólarhringinn. Þar er fólk sem hefur fengið þjálfun og leiðsögn í að eiga erfið samtal og getur vísa fólki áfram. Bara endilega, eins og segir í auglýsingunni, ekki gera ekki neitt. Reyna að treysta einhverjum fyrir líðan sinni. Og já, en mikilvægasti hluturinn er að stíga út með það og átta sig á því, það er ekki skömm að líða illa, það er fullkomlega eðlilegur hlutur og það kemur fyrir svo marga og þá verðum maður að takast á við það á jákvæðan hátt.